Þá komum við að fjalla þessum Freyvangsleikhúsið en þau eru að fara frumsýna á morgun og við höfum fengið til okkar leikstjóran og leikkonu í saumastofunni. Verið velkomin. Takk. Byrjum aðeins á því hvaða verk þetta? Saumastofunni verk eftir hann Kjartan Ragnarsson sem var frumsýnt 1975. Var frumsýnt þarna bara rétt eftir kvennafrídaginn fræga. Já. 19. október, var ekki 1975. 2005. Já. Okay. Þetta var bara 2-3 dögum eftir það og þetta er svona fjallar sko líf kvenna. Það eru 6 konur sem að vinna þarna á saumastofu og þær, ein þeirra var 70 daginn áður. Nú maður að hugsa hvað má segja mikið sko. Og það kom enginn í veisluna. Þannig að hún kemur með öll veislufengið og öll veislufengin og vínið og allt sko í vinnunum daginn eftir og fóstrunum að fara í ferðalag þannig að það er bara svona, bara dett í það í vinnunni og Eins og gerist. Íðurlega. Og fara svona að segja hvor annari sko frá lífi sínu. Já. Komast að því að þó hafi unnið þarna saman kannski mörg ár þá þekkja þær ekkert hvor aðra, vita ekkert. Það ekki fyrir en blessa vínið kemur til sögunar að það er þú að svona fara að tala. Guð blessi Bakkus og allt það. Hvað getur þú sagt mér þitt hlutverk? Ég er sem sagt verkstjóri þarna á saumastofunni. Það vill nú svo til að ég átti þetta fyrirtæki áður, ég og maðurinn minn, en við mistum það. Þannig að ég vinn þarna núna og fekk þá stöðu að sem sagt, stýra þessum konum og reyndar, það eru 2 karlmenn þarna líka sko. Já, þeir eru svona með. Þeir eru svona með, já. En hvernig kom það nú til að þú ákvaðst að fara að leika? Er þetta búið að blunda í þér lengi? Það er ótrúlegt hvað maður tekur upp að þegar maður er komin á 60 aldur, getur við sagt, 51 sko. Já, róleg. En þau var alltaf blundað í mér, alltaf langað til að gera þetta og ég hef náttúrulega farið á marga sýningar hjá Freyvangsleikhúsinu og náttúrulega hjá öðrum líka. En Freyvangsleikhúsið var, er ég með sem vininn á Facebook. Svo kom auglýsing inn á síðuna hjá þeim, það sem var hvað verið að segja að þetta hittast þennan dag og ætti að fara að setja upp nýtt verk og bara allir verk komir og svona, en ég hugsaði með mér, ok, kannski ég ætti bara að fara og hringdi nokkrar vinkonur, það vildi náttúrulega enginn fara með mér. Þannig að ég hugsaði bara, ok, ég slegði upp í kærleys, ég bara fer og hér er ég, þetta er rosa gaman. Vel gert. Af því það þarf nú svolítið bein í nefinu til þess að sko, standa á fætur og bara fara svona út fyrir þægindaramma. Sérstaklega þegar maður er komin á þennan aldur. Já, og oft bara í lífinu, sérstaklega þegar maður er að fara út fyrir það sem maður þekkir og er vanur og góður í. En hvað hefur þetta gefið þér að taka þátt í þessu? Þetta er svo, já, ég myndi segja, þetta er alveg rosalega mikil gleði og þetta einhvern veginn svona styrkir svona mann sjálfan líka, þú eflist og bara, verður miklu svona sterkari karakter. Og maður náttúrulega í vinnunni allan dag, maður hefur fórnað öllu, sem sagt, þá er ég að tala sko, ég geri ekkert annað heldur en að fara í vinnu og sjá þetta. Ég reyna að elda heima og svo bara horfi ég á ruslið, sko, hækka í haugunum heima hjá mér og svona, sko. En maðurinn minn er mjög svona rólegur yfir þessu og bara finnst þetta alveg frábært. Hann mætti nú alveg taka eitthvað að hugsa. Já, hann gerir það, sko, svona þegar hann er fann að njóta þetta sjálfur, sko. En þetta er mjög gefandi. Já, yndislegt. Hver er, ef því þú nú hefur bæði unnið með áhugaleikfélögum og atvinnuleikhúsi, er einhverjum munur? Já, sko, munurinn er kannski sá að það verkfæri sem er notað kannski hvað mest í leikhúsi er gagnrýni. Og leikararnir prófa eitthvað og koma með eitthvað tilboð og gera eitthvað og leikstjórinn situr út í sal og svona speglar það og hann notar svona gagnrýni, kemur með eitthvað gagnrýni á það sem að leikararnir er að gera og svona atvinnuleikarar þeir kunna svo vel að nota það tæki, bara það skilja algjörlega á milli persónunar og vinnar þar og sinnar eigin persónu. En það er stundum, sko, það getur stundum verið svona, maður þarf að fara varfærnislega í það að gagnrýna fólk svona allavega fá að átta sig á því að þó ég segi eitthvað við þá er ég ekki að ráðast á þína persónu. Já. Ég er ekki að segja að þú sért slæm manneskja þó þú er að standa meira hægra megin á sviðinu. En hvað með ástríðuna?
Ég held að sko, það held ég þeir sem að bara starfa í leikhúsi, þeir gera það af ástríðu. Það eins og Hafdís segir, þetta er mikið álag og þá bæði við áhugaleikara og atvinnu fólk að hérna, þannig að það er ekki þannig að leggja þetta er mikið álag. Já. Og maður gera það ekki nema að hafa ástríðu. Já, og það breytir ekkert hvort þetta er starfið manns eða Nei, áhugamál. Því að það er illa launað og þetta er mikið. Vondu vinnutími. Já, ekkert atvinnuöryggi. Þetta er eiginlega öburlegt og við hvetjum engan. Nei. Ég hvet þetta ekki börnin mitt að fara á þessa braut, sko. Það er nú líklegasta leiðin til þess að þau gerir það samt. Já, ég held að enginn eigi að gera einmitt nema hann hafi ástríðu og bara geta ekki hugsað sér að gera neitt. En á bara nokkur að gera nokkur skapaðan hlut nema hann hafi ástríðu fyrir því? Það er kannski þannig, já. Mér finnst það, hvort sem það snýst leiklist eða annað. Nei. En þeir eru síðan að fara að frumsýna, farið þið rildi í magann? Þetta er ekki alveg, ég finn aðeins fyrir þessu, en ég veit þetta áttur á magna, sko, þannig ég kannski verð mjög stressuð á morgun, ég gerir fastlega ráð fyrir því. Já. Ég finn fyrir því, sko. Já, eða spenning. En ég er samt svona, við erum búin að æfa svo stíft, sko, búin að fá náttúrulega alveg frábæra leikstjórn og þannig að maður er kannski hrættastu við að gleyma einhverju, sko, standa á eitthvað svið og bara, mun ekki neitt. En oft gott að hugsa, hvað er það versta sem getur gerst? Þetta og hvað? Og hvað þá? Já, deyringin. Nei. Maður hættir nefnilega stundum hugsuninni þarna. Hvað ef ég segi eitthvað astnalegt eða hvað ef ég dett eða... Maður lætur það bara rúlla. Það er bara, þýðir ekkert annað, sko. En samt verður maður að hugsa þannig að þetta sko, sem maður er að gera, sé bara það merkilegasta í heiminum. Já. Bara hefur algjöran forgangi yfir bara líf og dauða, sko. Já. Það er bara þannig. Það virkar ekki öðruvísi. Nei, það er aldrei lis. Ég skil að þú leggja þig fram. Og mér langaði líka að segja, ég nefnilega gleymdi hérna áðan að hérna, veist, þú ert í fullri vinnu og náttúrulega nóg að gera og ert kannski dauð, þreyttur, svo mætur æfingu og bara kúps, það er svo gaman. Kemur orkan aftur upp, já, nákvæmlega. Ekki málið, sko. Það er verið að nota annan hluta heilans örugglega. En ég hef rosalega gaman að ég fylgjast með áhuga leikhúsum bæði hérna og annars staðar vegna þess að þetta er líka samfélagslega bæði fyrir sko, manneskjur að fara, þó þeir ætla sér ekki að verða endilega atvinnuleikarar eða fara að meika þig í Hollywood, heldur bara, þetta er svo mikil áskorun fyrir persónur og síðan fyrir sveitafélög að standa saman og gera eitthvað aðeins öðruvísi. En þetta ætti að vera skemmtilegt. Fyllir í á saumastofum getur einhvern veginn ekki klikkað. Mjög gaman. Þetta er frábært verk. Og Kjartan samdi líka sko, tónlistina við þetta sjálfur og svo leikstýrnarsson, hann var mjög öflugur hérna á þessum tíma og tónlistin er mjög góð, sko, hún hérna, og það eru mörg lög hérna sem er alveg þekkt að hafa lifað, sko, hérna, Sava eru í svona sérstöku uppáhaldi sérstaklega hjá söngkonum sérstaklega. Eitthvað sem maður þekkir? Það er saumakonu söngurinn og Morgunstund elskar mín gefur ég gull og hérna það er, það er nokkuð lög hérna og hérna vögguvísan, það er, Já, ýmislegt. Verðum við ekki að plugga í lokin, hvar kaupir fólk miða? Það er á Facebook síðunu, Freyvangsleikhúsið og svo er freyvangur.net og hérna... Og þeir sem eru á móti internetinu? Já, þá er þetta að hringja í síma, því erum ekki með það á Hraðbergi. Var ekki þetta að kaupa í Amazon líka og svo hérna á, heitir ekki Tix.is? Tix.is, já, auðvitað, það er ekki fyrir þá sem eru andsnúrir internetinu. Nei. Þá að gera að tengja sig, sko. Stíg út fyrir það einu. Kæra þakki fyrir komuna og bara bói. Takk fyrir það. Við höldum áfram eftir augnablik.